Jæja, verið velkomin á þennan laugardagsfund. Í dag erum við með Þorstein Sæmundsson og Ólaf Ísleifsson, þingmenn okkar í Reykjavík, og sem fyrir ætla að hafa fundinn í klukkutíma, þannig að við stefnum á því að vera búin klukkan 2. Og þið getið sent okkur spurningar á meðan fundinum stendur, annarkvort með að fara í chat eða þá með því að raise hand, og þá getið við komið í mynd og spurt þá 2 spurninga. En áður en við byrjum á spurningunum, þá ætla ég að gefa Þorsteini og Ólafi orðið. Við erum með smá framsögu hér í byrjun. Ólafur, gjörðu svo vel. Takk að kærlega fyrir og komið öll sæl og blessuð og ánægilegt að vera með ykkur hérna í dag. Ég geri ráð fyrir því að menn hafa áhuga fyrir því að mestur partur af fundunum fari í að fjalla spurningar sem ég veit að hafa borist margar. En við bara hljótum að nefna ástandi sem við erum að fást hérna við og það náttúrulega eins alvarlegt í efnahagslegum skilningi eins og verið getur. Þetta auðvitað mjög alvarlegt og verð að segja það að hugum minni hjá því fólki sem hefur misst atvinnu eða hefur þurft að sjá á bak kannski stórum hluta af sínum tekjum. En ég alveg fullviss það að með samstöðu að þá náum við að komast út úr þessu og við eigum í grunninn hérna gífurlega sterkan atvinnurekstur sem hefur alltaf gífurlegt tækifæri í framtíðinni. Og bara aðeins Miðflokkinn og ríkisstjórnina. Ríkisstjórnin heldur spilunum svona dálítið þétt að sér og kannski samráð verið minna heldur en maður hefði kannski geta minnsta vonast eftir eða jafnvel búist við. En það má kannski segja ríkisstjórninni það til vorkunnar að þetta sem við köllum stundum stjórnarandstöðu B náttúrulega mjög ósamstæður hópur og lítið á því byggjandi, en við höfum náttúrulega tekið þann kostnað sem menn hafa séð að birta ítarlegar tillögur undir því kjörorði að það sé betra að gera of mikið, of snemma en of lítið, of seint. Þannig að menn sjá okkar tillögur, menn sjá að það eru skýrar tillögur skattalækkanir, það eru skýrar tillögur frystingar og svo má áfram telja því þekki þetta og því hafið séð þetta. Við munum auðvitað styðja allt gott sem frá ríkisstjórninni kemur, en við munum halda áfram eftir því sem málinu vindur fram að tefla fram okkar hugmyndum hérna til lausnar. Við erum flokkur sem vil byggja á skynsemi, rökhyggju og vera lausnamiðuð og við sýnum það með okkar framgöngu. Ég ætla ekki að hafa þessi inngangsorð neitt kannski fleiri að sinni. Þorsteinn, gjörðu svo vel. Já, takk. Góðan daginn, komið sæl öll, gaman að vera með ykkur. Ég tek undir með Ólafi að auðvitað finnum að verulega til með því fólki sem hefur orðið fyrir því að missa vinnu eða starfshlutfall. Við vonum að það verði ekki viðvarandi ástand, en gríða aðeins. Er ég ekki komið núna? Já, afsakið og smá tæknilega örðveika þarna, en það sem ég vildi sagt hafa er það að við Miðflokksfólkið höfum frá byrjun lagt fram skeleggatillögur sem að fjalla framtíðina. Við stöndum náttúrulega öll núna í sama pollinum og erum að vona að blæðingum fyrir stígvélin, en á einmitt þessum tíma eigum við núna að vera að skipuleggja framtíðina, skipuleggja og leggja til tillögur til framtíðar. Það höfum við gert á öllum sviðum. Það hefur ekki verið hlustað á því miður, af því að samstaðan og samráðið hefur verið nokkuð einhliða. Ég er ekki að gráta það, ég meina stjórnarandstaðan allavega við höfum tekið bara þá ábyrgð sem við berum sem stjórnarandstaða mjög alvarlega og höfum þess vegna komið til liðs við ríkisstjórnina í þeim málum sem hún hefur lagt fram og reynt að styðja þau eins og við getum
og reynda að bæta því eins og við getum og það hefur reynda tekist í nokkrum tilfellum sem betur fer. En mér langar bara til þess að biðja alla sem að heyra í mér að við skulum halda í vonina vegna þess að hún sterkt afl og á einhverjum tímapunkti þá léttir þessu og við munum taka til við daglegt líf aftur og við skulum bara vera undirbúin undir það og reyna að undirbúa framtíðina sem best við getum. Ekki hafa þetta lengur til en taka við spurningu. Takk fyrir þetta, Þorsteinn. Þá held ég að við ættum bara að vinda okkur í spurningarnar. Ég minni ykkur aftur á að þið getið sent okkur spurningar á meðan fundinum stendur. En fyrsta spurningin, Ólafur, henni beint til þín. Hver þín skoðun á skerðingum greiðsla almannatryggingar til eldri borgara og öryrkja? Gjörðu svo vel. Takk fyrir. Ég mjög mikið fjallað þetta mál, bæði í þingræðum og þingmálum og í greinum í blöðum og við sem sagt erum að glíma við eftirfarandi vandamál. Í fyrsta lagi að þá grunnlífeyrinn of lágur og hann hefur undanfarin ár, hann hefur ekki hækkað til samræmis við launahækkanir. Þetta það fyrsta og þetta auðvitað mjög alvarlegt. Í annan stað að þá voru þessar skerðingar sem sem sagt ganga yfir þá sem að njóta greiðslna úr almannatryggingum að ef við fjöllum aðeins það annars vegar skerðing vegna atvinnutekna þar sem eru mjög alvarlegar í ljósi þess að þarna í raun og veru mjög spillt fyrir fólki sem vill bæta sinn hag ef það hefur vilja og getu til þess og það eru margir vegna þess að þetta fólk horfist í augu við það að það hirtar kannski 80 krónur á hverjum 100 sem að það vinnur sinn með þessum hætti. Og það þetta engum þjóðfélagshópi sem boðið upp á aðra eins skattlagningu eins og hér ræður Þetta er algjör vanvirða og líka í ljósi þess að það hefur verið sýnt fram á það í vandaðri greinargerð sem hefur komið fram opinberlega og hefur ekki hafa verið bornar brigður á að kostnaður ríkissjóðs af því að falla frá þessum skerðingum vegna atvinnutekna að hann kannski engin og jafnvel á hinn veginn vegna þess hvað þetta myndi skila auknum tekjum í ríkissjóð gegnum beinu og óbeina skatta. Í þriðja lagi að þá eru skerðingar vegna lífeyristekna og fjármagnstekna og þar frítekjumarkið ekki nema 25.000 krónur, það 100.000 krónur í varandi atvinnutekjurnar og það svo þrengt af fólki úr öllum áttum með þessu kerfi og síðan vil ég bara nefna það í lokin að það svíður það mörgum mjög að hjón eða sambúðarfólk skuli ekki njóta heimilisuppbótar eins og einhleypingar gera og jafnvel það svo að ef það flytur nákominn ættingin á heimilið inn á heimili einhleypings að þá tekin af honum heimilisuppbótin. Þetta kerfi kallar á alveg algera endurskoðun og þetta þetta mál sem við hljótum í Miðflokknum að leggja mjög mikla áherslu á í aðdraganda næstu kosninga. Það útilokað hana. Takk fyrir þetta, Ólafur. Þorsteinn, næsta spurning beint til þín. Hver staðan með skjölin frá Íbúðalánasjóði? Grunar þig að ástæðan fyrir neituninni að fá upplýsingar sé ráðherrann Ásmundur Einar sé að hylma yfir með nafnþekktum einstaklingum úr Framsókn eða sem eru persónulega tengdir honum? Gjörðu svo vel, Þorsteinn. Já, takk fyrir þessa spurningu. Það þannig, bara svo ég reyna að hafa þetta örstutt, þá lagði ég fram fyrirspurnina upplýsingarnar aftur í 7. skipti núna 1. febrúar. Ekkert svar hefur borist og ég hef hins vegar notið liðveislu bæði þingforseta og starfsmanna þingsins við að fá þessar upplýsingar upp og þar á meðal hefur verið gefið út mjög gott lögfræðilegt minnisblað sem að segir að með framferði sínu sé ráðherrann bæði að brjóta þingskapalög og líka fyrir brjóta lög ráðherraábyrgð. Þetta getur orðið til þess að ef upplýsingarnar berast ekki
að þá sé hægt að bera fram vantraust á viðkomandi ráðherra og það verður gert ef ekki verður annars úrkostið. Það líka verið að athuga með það af okkar hálfu að hérna hreinlega stefna þessum ráðherrum, eða sérstaklega félagsmálaráðherra fyrir dóm og láta hann afhenda þessar upplýsingar. Af hverju gerir hann það ekki? Af hverju er hann búin að draga þetta í 2,5 ár? Ég vil svo sem ekki giska á neitt það, en það hins vegar læðist það manni grunur það að þarna séu sem sagt atriði sem að ekki mega koma fram á einhverjum ástæðum. En það breytir ekki því að við munum halda áfram að berjast fyrir því að fá þetta fram og það eru 60 dagar eftir að þessu þingi sirka og við höfum lagt á það mjög þunga áherslu að þessi svör berist innan þess tíma. Og hérna, ég held að það sé nauðsynlegt og eðlilegt. Þarna eru ekkert nema upplýsingar sem eiga að vera opnar. Þetta eru opinber skjöl og ég er alveg viss það að þarna leynast jafnvel og ég rökst út á grunu það að þarna leynist jafnvel upplýsingar sem að benda til þess að forkaupsréttur og önnur ákvæði hafi jafnvel verið brotin. Þannig að við höldum áfram, ég veit að margir hafa mikinn áhuga á þessu máli og við munum ekkert bregðast þeim, við höldum áfram og þá getum við fáum þessar upplýsingar skefjalaust. Takk. Takk fyrir þetta, Þorsteinn. Næsta spurning er frá fundargesti. Ég ætla að gefa Svein Óskari orðið. Þú mátt byrja á þig að kynna þig og bera svo upp spurningun og til hvers henni er beint. Gjörðu svo vel. Já, þakka ykkur fyrir og kæra þakki fyrir frábært handtak og þakka panelistunum fyrir gott innlegg í umræðuna og áhugaverðan panel. Sveinn Óskar heiti ég og er bæjarfulltrúi Miðflokksins hérna í Mosfellsbæ og spurningin er til beggja, Þorsteins og Ólafs. Hverjir verða Pegasus og Pón í þessara kreppu? Það er hvaða fyrirtæki fá björgunarpakka og lifa af og hvaða fyrirtæki fá lítið sem ekkert og muni daga uppi. Við sjáum að það er verið að leggja fram pakka í áföngum. Sumt kemur seint og hugsanlega sumt kemur aldrei. Við vitum ekki hvað brúarlánapakkin er staddur. Þannig að taka svona heildarmyndina eins og þið sjáu stöðun í dag og hvað ríkisstjórnin mun ná að í raun og veru ná yfir þau fyrirtæki sem eru verst stödd. Til dæmis við sjáum ferðaþjónustu, við sjáum Icelandair og svo framvegis. Hverjir verða undir? Takk fyrir þetta, Sveinn Óskar. Ólafur, ef við byrjum á þér og svo Þorsteinn. Þetta er náttúrulega þakka fyrir spurninguna, Sveinn Óskar. Þetta er auðvitað mjög stórt og víðfeðmt mál. Sko aðalatriðið er auðvitað að ríkisstjórnin grípi nógu snemma til aðgerða og þær séu nægilega myndarlegar til þess að bjarga öllum lífvænlegum atvinnurekstri hérna frá einhvers konar gjöreyðingu. Það er aðalatriðið. Hitt er annað mála, það er auðvitað náttúrulega gangur mála í venjulega árferði líka að það gangi ekki öll fyrirtæki og það auðvitað dettur engum í huga að það verið búið til eitthvað kerfi þar sem að öllum verið bjargað. En ég legg mjög mikla áherslu á það að fyrirtæki hafi raunhæfa möguleika á að bjarga sér og þá auðvitað komið fram, þessari hlutabóta leið hefur auðvitað verið mjög vel tekið og eftir mikil vonbrigði með annan pakkan að þá var allt annað hljóð í mannskapnum eftir þriðja pakkan og þessar aðgerðir sem að þar komu, það auðvitað munar þær. Sko aðalatriðið er bara að kannski ekki að lána mjög skuldsettum fyrirtækjum meira fé, heldur að bara frysta allt, þannig að þau getur bara eins og komist að verða orði, lagst í einhvers konar hýði og komið svo upp úr því. Ég vil minna það að það eru fleiri opinberir aðilar heldur en bara ríkisstjórnin sem að þarna þurfa að koma að málum. Ég meina
ef við bara tökum sveitarfélagina þá auðvitað liggja fasteignagjöld alveg svo þung mara hér á atvinnufyrirtækjum og náttúrulega heimilum landsmanna eftir alveg gífurlegar hækkanir á undanförnum árum og ég vil leyfa mér að segja það að ég fyrir mitt leyti ætlast til þess að sveitarfélögin leggja þarna sitt af mörkum í þessu efni. Ég skal nú kannski ekki hafa þetta lengra svo að Þorsteinn komist að líka. Þorsteinn, gjörðu svo vel. Takk kærlega. Takk fyrir spurningu Sveinn, því að þetta og þakka fyrir að vera með okkur. Þetta mjög mikilvæg spurning vegna þess að ég viðurkenni það sjálfur að þegar ég heyrði mjög snemma eftir að þetta ástand skapaðist, að þegar menn fóru að tala aftur lífvænleg fyrirtæki eins og gert var eftir hrun, þá fékk ég dálítinn hroll, ég skal viðurkenna það, vegna þess að á þeim tíma virtist vera að það væri geðþótt ákvarðanir sem að ákvæðu það hvernig það ætti að lifa og deyja. Við þurfum náttúrulega að koma í veg fyrir að slíkt ástand skapist aftur. Varðandi þriðja pakkan sem kom fram núna daginn, sem var býsna myndarlegur, að þá það hins vegar alveg rétt þar sem að við höfum haldið fram að þar var verið að hjálpa fyrirtækjum að segja upp fólki. En það eru engar svona hvatningar frá ríkisstjórninni það að ráða fólk. Þess vegna höfum við lagt til að tryggingagjald verði aflagt þetta ár til þess að hjálpa fyrirtækjum til þess að örva þau til þess að ráða fólk aftur til vinnu. En það líka annar hópur sem ég óttast mjög eða í þessu ástandi. Það eru sem sagt lítil og meðalstór fyrirtæki vegna þess að þessi stóru og sem eru gölluð og eru mikilvæg, ég vil þjóðhagslega mikilvæg, að þá held ég að hinn gætu orðið undir. Það ætti vansa hvað brúarlánin hafa dregist að komast í gang. Og ég líka mjög áhyggjufullur yfir einstaklingum sem reka fyrirtæki af eigin kennitölu. Það virðist vera, og ég sé það mjög víða, og það virðist vera sem þeir hafa hreinlega fallið niður á milli skips og bryggju, við getum orðað það þannig. Það verkefni næstu viku til dæmis að koma þeim málum rækilega á dagskrá, og það ætlum við að gera. Takk fyrir þetta, Þorsteinn. Ólafur, næsta spurning til þín. Hvað finnst þér þau úrræði sem ríkisstjórnin hefur boðað ef varðar námsmenn og sumarnám? Rektor Háskóla Íslands hefur nú sagt að sumarnámið verði ekki með hefðbundnu sniði þar sem ekki verður lögð áhersla á venjulegt nám, heldur verður lögð áhersla á endurmenntun og undirbúning framhaldsskólanema fyrir háskólanám. Þar það mikið af námsmönnum sem geta ekki nýtt sér boðað úrræði. Ólafur, gjörðu svo vel. Nei, það alveg rétt, Rektor Háskóla Íslands hefur verið mjög skýrmæltur þetta efni og í orðum hans líti svo á að það felist áskorun til stjórnvalda það að gera miklu betur heldur en í því sem að þau hafa þegar tilkynnt í þágu námsmanna. Og þau hljóta að bregðast við þessum kurteislegu en mjög ákveðnu ábendingum sem í raun og veru felast í orðum háskólarektors. Takk fyrir þetta. Ef ég mætti bæta við, auðvitað munum við ganga á eftir því fyrir okkar parta. Takk fyrir þetta. Þorsteinn, næsta spurning til þín. Vilt þú afnema tekjutenginguna gagnvart eldri borgurum og öryrkjum? Já, takk fyrir þessa spurningu. Hún mjög mikilvæg. Stuttasvarið já. Við Miðflokksfólkið höfum lagt fram við öll fjárlög fram til þessa frá 2017 sem sagt tillögur að þetta verði gert. Og við reynda byrjuðum á eldra fólkinu en það náttúrulega, það til vansa að koma í veg fyrir það með valdboði að fólk geti nota krafta sína eins og það treystir sig til. Fyrir utan það að það þjóðhagslega óákvæmt vegna þess að ef við tökum þess eldri borgarana aftur, þetta leiðir til félagslegrar einangrunar, þetta jafnvel flýtir fyrir öldrun. Það má segja með öryrkja að það alveg sama, það drepið niður frumkvæði sem að fólk hefur
Ég hef reyndið að tala fyrir því mjög lengi að einhvers konar mat fyrir að fara fram á starfsgetu. Öryrkja bandalagið hefur verið alveg þvert á móti þeirri nálgun. Ég held að einhvers konar mat á starfsgetu öryrkja þurfi að fara fram það leyti sem þeir hasla sér vel á vinnumarkaði. Það er líka annars sem vantar upp á þar, það er að opinberir aðilar gangi á undan með góðu fordæmi, skapi störf og auglýsi störf fyrir fólk með skerta starfsgetu. Þetta er það sem er þeirra megin frá, en við viljum, við viljum það að fólk fái að vinna eins og það treystir sér til og getur, og við teljum að það sé auðlegð að finna í þessu fólki. Það er þekking og reynsla sem við megum ekkert vera á. Og það er náttúrulega til skammar að benda fólki á það sem hefur langan starfsaldur að baki. Jú, það megi vinna sér inn alltaf 100.000 krónum. Þetta er bara móðgun og við höfum að láta af þessu strax og við munum að sjálfsögðu leggja tillögur þetta fram við næstu fjárlagaafgreiðslu. Takk fyrir þetta, Þorsteinn. Ólafur, næsta spurning er til þín. Er rétt að setja hagsmuni eldri borgara og öryrkja alltaf undir sama hatt? Það er oft talað aldra og öryrkja í einu og sama viðfanginu, en auðvitað eru þetta ólíkir hópar og sem sagt aldraðir eru líka mjög margbreytilegur hópur. Það eru hópar aldraða sem hafa það bara alveg ágætt og þurfa ekki á neinni sérstakri fyrirgreiðslu að halda. Það eru auðvitað þeir sem minnst hafa og eru lagasettir sem þurfa sérstaka athygli. Og það er sem sagt bara frumskilyrði, fyrsta skilyrði er það að fólk fái notið sínar eigin fái að bæta sinn hag í krafti sjálfsbjargarviðleitni sem náttúrulega hverju manni er í blóð borin. Og menn kannski rifja það upp að fyrir hvað var þetta, fyrir 3 árum eða svo, eða kannski orðin 4, og þá var þetta bótakerfi aldraðra, það var einfaldað og sett í svona skaplegra horf. Þá er ég bara að tala kerfi, ég er ekki að tala fjárhæðirnar. Skaplegra það var, en þetta hefur ekki ennþá tekist varðandi öryrkjana. Og þetta er það þannig að fólk sem missir starfsorku vegna segjum slysa eða veikinda eða fæðist með fötlun eða verður fyrir slíku, að það er náttúrulega, þetta er auðvitað okkar minnstu bræður og við þetta verðum að sníða umgjörð utan hag þessa fólk sem því er í raun og sanni bjóðandi. Og núna er það þannig að það er svo rammgert kerfi utan báða þessa hópa, bæði aldraða og öryrkja, að þetta fólk má sig bara hvergi hræra öðru svo heldur en að sæta einhverjum skerðingum. Ég ætla bara að nefna hérna eitt atriði sérstaklega og það er til að mynda hvernig hefur verið farið með fé fólksins í lífeyrissjóðunum. Að eðlilega greiðslur sem að fólk er búið að afla sér réttinda til með sínum störfum á vinnumarkaði og iðgjöldum í lífeyrissjóð, að þegar að það er komið á lífeyrisaldur og þá er þetta bara gagnvart því eins og þetta sé bara hirt vegna þessara skerðinga á bótum almannatrygginga sem eru gerðar vegna lífeyristekna. Og gagnvart þessu fólki, sérstaklega fólki sem hefur verið, segjum á lægri enda launastigans, að þá er gagnvart því eins og að þeirra greiðslur í lífeyrissjóð geri ekkert til þess að bæta þeirra hag. Þvert á móti að þá er það að þessar greiðslur í lífeyrissjóð á starfsævinni virka bara eins og viðbóta skattur sem að engu skilar þeim og alls engum réttindum til lífeyris eftir að horfið er að vinnumarkaði.
Nú samtök lífeyrissjóða hafa auðvitað ítrekað lýst miklum áhyggjum af þessu vegna þess að þetta auðvitað fallið til þess að rýra mjög traust á lífeyriskerfinu en það auðvitað forsenda þess að það geti starfað með árangursríkum hætti. Takk fyrir þetta, Ólafur. Þorsteinn, í öllum þessum aðgerðapökkum þá engin lækkun á tryggingagjaldi. Gjörðu svo vel. Eins og kom fram núna í máli mínu áðan að þá það þannig að ríkisstjórnin var núna í þriðja pakkanum að aðstoða fyrirtæki við að segja fólki upp en það engin hvati til þess að endurráða fólk ennþá. Við erum búin að leggja það fram alveg frá fyrstu hendi að tryggingagjald verði lagt af út þetta ár og við teljum að það átt að vera í pakka númer 1 að gera það strax vegna þess að þetta er líka hluti af föstum kostnaði þeirra sem eru með fólk á launaskrá og það er alveg sko, hvað ég segja, það er eiginlega mál númer 1 núna að í næsta pakka komi þetta fram og ég reikna nú með því að við leggjum hreinlega fram þingmál að tryggingagjald verði aflagt til áramóta. Það er algjör nauðsyn á því. Takk Þorsteinn. Ólafur, næsta spurning til þín. Nú veru hagsmunasamtök heimilanna að benda á að það veru óeðlilegir útreikningar við vísitöluna. Vegna COVID hefur sumt verið áætlað sem hefði átt að lækka hana en annað hækka út af COVID og það var látið halda sér. Er þetta eðlilegt? Sko, þessi ábending hagsmunasamtaka heimilanna, hún auðvitað mjög góð og sko, þetta ástand núna að þegar að bara margvísleg starfsemi ekki fyrir hendi og samt verið að mæla verð á henni, hún ekki boðið ef við til dæmis tökum þjónustu hárgreiðslu á hárgreiðslustofum og á rakarastofum. Hún var ekki boðið í liðnum mánuði. Samt verið að mæla þarna eitthvað. Síðan eru þarna eins og bent á í þessari greinargerð hagsmunasamtakanna að það að hækka verð á alls konar hlutum þar á meðal á gistingu. Hvernig getur það verið að það hafi hækkað verð á gistingu í apríl? Hvernig það bara hægt að hugsa sér? Ég meina, hótelin hérna á gistiheimilinu standa tóm. Þannig að þetta mjög skrítið og ég bara þakka þeim auðvitað fyrir þessa ábendingu og bara fyrir þeirra árvekni. Ég vonast til að fá kannski svona tíma hérna eftir til að fjalla meira málefni sem að snúa að heimilunum. Takk fyrir þetta, Ólafur. Næst ætla að fá spurningu frá fundargesti. Didda, ég ætla að biðja að kynna þig og bera svo upp spurninguna til hverra þú beinir henni. Gjörðu svo vel. Já, komið sæl. Ég heiti Didda og bæjarfulltrúi í Grindavík. Þetta eru frábæri fundir, ótrúlega gaman að taka þátt í þessu. Heyrðu, það sem ég var að velta fyrir mér neyðaraðgerðir strax sem þið lögðu til. Ótrúlega góða tillögur. Hafið þið lagt mat á það hvað kosta ríkissjóð og kannski bara best að Ólafur svari þessu. Og svo ég líka að velta fyrir mér varðandi tækifærin í framtíðinni. Nú mikið búið að tala sýkla ónæmið hafi haft áhrif á heilsu þeirra sem að veiktust af COVID-19. Nú hefur við þennan hreinleika, hér ekki notað neitt í búfénað eða í ræktun. Eru engin tækifæri fólkinu þessu? Getum við farið í stórfelldan útflutning? Hugmynd. Takk. Takk fyrir þetta, Didda. Ólafur, gjörðu svo vel. Og varðandi seinni spurninguna, þá verð ég að segja það að svo sannarlega held ég að hér séu mjög mikil tækifæri. Við erum nú nýbúin að fara hérna í gegnum mikla umræðu þar sem að við Miðflokksmenn vorum að reyna að verjast þessum innflutningi á hráu kjöti eða ófrosnu kjöti, eins og ávist að segja. Og við náttúrulega fjölluðum mjög mikið í þeirri umræðu og tókum þar mjög mikið fyrir að
lyfjanotkun í íslensku landbúnaði, hún er bara brot af því sem að gerist og gengur víða í kringum okkur. Og sömuleiðis að þá notkun á eiturefnum í grænmetisræktun miklu minni hér heldur annars staðar, og ég var bara að segja það síðast í gær þá hætti ég mig nú inn í verslun og ætlaði að kaupa kál og maður kaupir kannski blómkál og kannski brokkoli og eitthvað svona, en þetta var innflutt, þetta allavega með erlendu vörumerki, og ég spurði, eigið ekkert Íslands hérna? Þetta var mjög stórri matvörukeðja hérna og nei, þetta það sem er í boði. En síðan líka bætist við þetta að við höfum náttúrulega náð miklum árangri í baráttunni við þessa veiru, svo vakið hefur alþjóðlega athygli og ýmsir forystumenn og forráðamenn hérna verið teknir tali af erlendum stórmiðlum, og ég held að það gæti átt eftir að svo sannarlega að skila sér fyrir okkar ferðaþjónustu þegar að við rísum upp úr rústunum eins og við sjálfsögum munum gera. Takk fyrir þetta, Ólafur. Þorsteinn, vilt þú koma inn á þessu spurningu? Já, við höfum ekki, svo ég svari fyrir spurningunni, þá höfum við ekki reiknað það nákvæmlega út hvað þetta muni kosta ríkissjóð að framkvæma þessar hækkanir sem við höfum lagt til, tekjuskattslækkunina og svo framvegis. En það í sjálfu sér, þetta mun hlaupa á einhverjum milljarðatugum, alveg klárlega, en við teljum að það sé bara meirum vert að þetta kannski snýr fyrst og fremst að heimilunum, og það hefur ekki verið vikið eiginlega einu orði að heimilunum í þeim tillögum sem þegar hafa komið fram. Við höfum líka verið að ýja að því að það er að frysta vísitölu, og það er alveg klárt að ég tek undir það sem Ólafur sagði áðan að mælingin á henni núna, ég veit ekki hvernig er hægt að verja hana, og það er alveg klárt að núna þegar þing kemur saman þá verður spurt út í þau mál. Hvernig fengum menn þessa vísitöluhækkun út, á hvaða grunni er hún reist, og megum við eiga von á því núna meðan á þessu ástandi stendur að hún er reiknuð út bara eftir svona ágiskunum og ályktunum og áætlunum. Hvað hitt varðar, tækifærin okkar, er svo til að ég er búin að vera að skrifa nokkrar greinar framtíðina. Það eru þarna 6, verða 8 þegar yfir lýkur, og hóta því núna, og þar við tekið fyrir ýmis þau tækifæri sem leynast í því sem við erum að gera. Og númer 1, matvælaframleiðsla. Við þurfum öll að borða, og það er alveg sama hvernig við snúum okkur í þeirri framleiðslu. Í fyrsta lagi getum við margaukið hér grænmetisræktun, við getum margaukið hér landeldi á fiski, öllum mögulegum tegundum, og í fyrsta lagi náttúrulega er þetta til þess að hjálpa okkur að brauðfæða okkur sjálf og spara þar með gjaldeyri, og í öðru lagi er útflutningsvon í þessu líka að mínu mati. Og mín tillaga persónulega er einföld. Garðyrkja og gróðurhúsarækt á að fá rafmagn á sama verði og önnur stóriðja í landinu. Og menn hafa sagt þetta er ekki sambærilegt að stóriðjufyrirtækin kaupa rafmagn allan sólarhringinn og svo framvegis. Ég er ekki nokkrum vafa það að ef við aukum hér grænmetisrækt bæði að magni og úrvali, að þá munum við náttúrulega, munu bændur náttúrulega kaupa hér rafmagn allan sólarhringinn ef þeir eru vissir það að framleiðslan eigi von á markaði. Því það er nú þannig að þrátt fyrir öll góð orð garðyrkju á undanförnum árum, þá hefur hlutur íslenska grænmetisframleiðslu á markaði hér salan sem minnka undanfarin 5 ár. Og það er náttúrulega óþolandi. Síðan hef ég líka bent á það, sem eru stórir möguleikar, ég hef bent á það að við eigum í auknum mæli að fara að rækta hluti eða framleiðslu sem er mjög dýr, og ég hef tekið eitt dæmi í því sambandi og það er vanilla, en grammi af vanilu er núna jafn dýrt og grammi af silfri á heimsmarkaði. Og ef við getum ræktað silfur myndum við örugglega gert það, en við getum gert það með því að rækta vanilu. Þarna eru óþrjótandi möguleikar hvað
hvað við gerum þegar veiran verður farin að láta á sjá, að þá hef ég sagt að við eigum að leggja áherslu á það fyrst og fremst að laða hingað ráðstefnur og fundi. Það fólk sem að sem sagt eyðir peningum og gistir vel og svo framvegis, og ég bara efast að margir séu hugsandi það núna á næstunni til dæmis að koma á ráðstefnu í New York eða Barcelona eða Róm, en gætu örugglega hugsað sér að koma hingað í fámennið og þar sem að ekki eins þéttbyggt. Þannig að möguleikarnir eru óteljandi og við þurfum að byrja að vinna þeim núna. Takk. Takk fyrir þetta, Þorsteinn. Næsta spurning til þín, Þorsteinn. Þú hefur margoft talað fyrir því að ríkið semji við klínikina í Ármúla varðar liðskiptaaðgerðir. Ekki kjörið tæki fyrir ríkið að semja við einkarekin fyrirtæki og fækka þannig þeim fjölda sem eru á biðlista og komast ekki út í aðgerðir á næstunni? Takk kærlega fyrir þessa spurningu. Jú, það rétt. Ég hef búin að halda því mjög lengi fram að auðvitað eigi ríkið að semja við klínikina. Fólk hefur verið að eyða jafnvel séreignarsparnaðinum sínum í að fara þar í aðgerðir til þess að þurfa ekki að sitja heima hjá sér sárkvalir mánuðum og misserum saman. Það var þetta þannig að í undirbúningi viðbragða yfirvalda við COVID-veirunni þá var allt í hennu minnst á klínikina. Það er að segja að það væri hægt að nota aðstöðu hennar ef allt þryti. Og vonandi núna þegar loksins sá tími kominn að tími valkvæðra aðgerða upp kominn aftur, að þá það náttúrulega þannig að auðvitað á hátæknisjúkrahúsið okkar að taka erfiðu aðgerðirnar, hjartaaðgerðirnar, heilaaðgerðirnar, krabbameinsaðgerðirnar og svo framvegis. En jafnframt á þá að semja við klínikina að taka liðskiptaaðgerðir. Ég held að séu upptakað 1000 mann sem bíða eftir aðgerðum á hné og mjög. Og núna af því að ríkisstjórnin hefur sér fært að senda fólk erlendis til þess að gera þessar aðgerðir svona 2,5 til 3-falt dýrari. Nú sá möguleiki ekki fyrir hendi meðan á ferðabanni stendur og við hljótum að fara betur með gjaldeyri núna í þessu ástandi heldur en við höfum áður gert. Þannig að krafan hlýtur að vera svo að gera nú þegar samning við klínikina sem gildir í 2-3 næstu ár upp á svona 120 til 200 aðgerðir á ári og losa þennan biðlista. Þetta mjög brýnt. Takk. Takk, Þorsteinn. Ólafur, hvernig væri hægt að koma á móts við almenning varðandi afborganir á lánum og slíkt og hvað með verðtrygginguna? Og við þessar, eins og það heitir, fordómalausu aðstæður náttúrulega bara sjálfsagt mál að það sé bara allt fryst, meira og minna. Það bara þannig. Og þegar við erum að sjá fólk missa atvinnu sína 1000 saman og mikil tekjusamdráttur, að þá það bara eðlilegasti hlutur í heimi að það verði tekið tillit til þess. Þess vegna þótti manni nú það skjóta skökku við þegar það kemur í frumvarpi frá dómsmálaráðherra undir því yfirvarpi að það sé verið að auka rafræna afgreiðslu á málum, að þá allt í einu átt að fara að gera það auðveldara að fara af stað með fjárnám og þessar hluti sem gerast í aðdraganda uppboðs. Þannig að fyrir lögfræðinga sem eru við innheimtustörf og hafa þurft að mæta eins og hjá sýslumanni, að þá áttu vera bara nóg að taka upp tólið eins og það heitir. Við fengum ákall frá hagsmunasamtökum heimilanna, mér barst það og ég gerði félögum mínum viðvart og þá fóru 3 af okkar mönnum í þetta mál og þeir drápu þetta samdægurs. Ég ætla bara að vona því að við séð aflið í Miðflokknum hvernig það birtist í þessu tiltekna máli. Þarna að ræða brýnt hagsmunamál heimilanna
Það sinnti þessu enginn nema við og við gerðum það strax og við gerðum það vel og við gerðum það með árangursríkum hætti. Dómsmálaráðherra, hún afturkallaði þarna þessi atriði, þessar greinar þarna 10 og 12, reyndi að tala sig út úr vandræðalegri stöðu þegar hún var staðin að verki að ætla að nota þessar COVID-veirur, að í skjóli hennar ætlaði hún að starfa þarna í þágu þessara kröfuhafa og innheimtumanna, en ég held að það muni margir muni eftir þessu. Hún sýndi þarna svolítið á spili hjá sér, en aflið sem að Miðflokkurinn sýndi þessu máli, það á ekki að fara fram hjá nokkru manni. Takk Ólafur. Þorsteinn, hvers vegna er ríkið ekki búið að semja við lögreglumenn? Já, ég get ekki orðað að öðruvísi heldur en þannig að mér er algjörlega fyrirmunað að skilja það. Og löngu áður en að þetta ástand skapaðist, þá lá það fyrir að samningar lögreglumanna væru lausir, þeir eru búin að vera lausir í rúmt ár. Það eru líka mjög mörg atriði sem lögreglumenn hafa ekki fengið inn í sinn kjarasamning, ágreiningsmál við ríkið og þar á meðal mál sem að hafa átt sér aðdraganda síðan 1987, aldrei fengið það. Nú er það þannig að á þessum tímum núna, þá hafa verið ótal samningafundir milli ríkisins og lögreglumanna. Ríkið hefur í sífellu boðið sama samninginn sem að lögreglumenn hafa hafnað æ og njæ, af því hann verður ekki aðgengilegur. Meðal annars vegna þess að þessi atriði sem eru ævagömmul og hafa verið lengi til umræðu hafa ekki fengist rætt. Ég hef einhvern veginn þá trú, og ég vil ekki trúa því, þá lítur þetta þannig út að ríkið sé að refsa lögreglumönnum vegna þess að þeir hafa jú ekki verkfallsrétt með því að koma svona fram við þá meðan að þeir geti ekki borið hönd fyrir höfuð sér. Það er alveg ljóst að núna þegar að við sjáum vonandi fyrir endan á þessum heilbrigðisvandamálum sem hafa fylgt veirunni, þá taka við efnahagsleg vandamál og þá mun mæða mjög á lögreglum. Menn eru þegar farnir að tala aukið ofbeldi á öllum sviðum, aukið heimilisofbeldi, meiri hörku í fíkniefnaheiminum. Það verður örugglega meira grípdeildir og innbrot og svo framvegis, eins og vænta má þegar herðir að. Það verða vandræði bæði á skemmtistöðum og í heimahúsum. Þetta mun lögreglan allt fá í fangið. Og hún er náttúrulega í ofanálag við það að vera vanborguð, og undirborguð, og þá eru lögreglumenn miklu færri nú hlutfallslega heldur en þau voru aldamótin. Þannig að þetta ástand er mjög bagalegt og það er náttúrulega bagalegt hvernig ríkið hefur komið fram við það sem við kallum framvarðarsveitir. Ég meina þeir voru seinir til að semja við hjúkrunarfræðinga og að allir hvettu þá til að gera það og loksins þegar samningurinn komst á og þá var það með þeim hætti að hjúkrunarfræðingar gátu ekki samningtan. Þannig að ég segi, ég skil ekki okkur ríkið gengur ekki fram og viðurkennir rétt lögreglumanna til löngu framkominna atriða og semur við þá. Ég vona að það gerist sem allra fyrst. Takk Þorsteinn. Næsta spurning er til ykkar beggja og það er best að Ólafur byrja og svo Þorsteinn. Reiknað er með að fjárþörf sveitarfélaga á höfuðborgarsvæðinu svo þau getur uppfyllt áætlanir sínar nemur 30 til 50 milljörðum. Talið er að áhrif kreppunnar muni lækka tekjur sveitarfélaga á öllu landinu 60 til 65 milljarða. Nú hefur erindi verið sent frá sveitarfélögum á höfuðborgarsvæðinu til ráðherra sveitarstjórnarmála sem eru ákall fjármagnsstuðning ríkisins. Getur ríkið hlaupandi bagga með sveitarfélögum samhliða náð að bjarga atvinnulífi og störfum? Ólafur, gjörðu svo vel. Þetta er ekki einföld staða og hún kallar augljóslega á forgangsröðun og við sjáum nú að það hefur nú verið haldið með ýmsum hætti á til að mynda málefnum á vettvangi Reykjavíkurborgar með hætti sem mjög erfitt að sætta sig við. Við sjáum það að þetta stærsta sveitarfélag hefur ekki sinnt því grundvallarverkefni sem að maður hefur talið ætti að vera í forgangi hérna sem Sundabrautin. Ég vek athygli á því að íbúar Reykjavíkurborgar eru nánast varnarlausir fyrir stóráföllum hér
hér eru náttúruhamfarir og það eru ófullnægjandi leiðir út úr borginni ef það þyrfti að rýma hana til að mynda og annað af slíku tagi. Þannig að það eru þetta mjög mörg sjónarmið í þessu. Ég ítreka það að þetta er spurning forgangsröðun en auðvitað er náttúrulega fjárhagur sveitarfélaga og annarra aðkreftur við þessar aðstæður. Það auðvitað sér hver maður. Takk Ólafur. Þorsteinn, gjörðu svo vel. Já, ég tek undir með Ólafi að það er náttúrulega, hvað ég segja, erfitt í sjálfu sér. Það ætla til dæmis að þurfa að rétta höfuðborginni hjálparhönd, en meðferð fjármála hjá Reykjavíkurborg hefur verið með þeim ósköpum undanfarin bara 10-15 ár að maður þekkir ekki dæmið þess. Og ég held að þar séu möguleikar á mikilli hagræðingu í rekstri. Ég held að skrifstofa borgarstjóra kosti 800 milljónir á ári, heyrði ég einhvern tímann ef ég man rétt. Spurningin er, ætlar ríkið að styðja við slíkt? Ég held ekki, en auðvitað þarf ríkið örugglega að koma til liðs sveitarfélögin eins og gert hefur verið hér í löndunum í kringum okkur og sérstaklega hjá kannski smærri sveitarfélögum sem eru veikari fyrir, en það er náttúrulega bara, ef ekki orðað, gremjulegt. Það er gremjulegt að í því sveitarfélagi þar sem mestir möguleikar ættu að vera til að standast þetta áhlaup, að þá er mótstaðan minni vegna þeirrar óráðsíðu sem hefur verið í gangi árum saman. Þannig að ég myndi orða þetta þannig að jú, það er sjálfsagt að ríkið komi til liðs, en jafnframt séu þá gerðar einhverjar kröfur það að rekstur einstakra sveitarfélaga sem styrkt eru, styrkt þurfa, að hann verði lagaður að aðstæðum og efnum og ástæðum, sem þú segir. Ég held að það sé nauðsynlegt. Takk Þorsteinn. Ólafur, er í skoðun einhvers konar lykla frumvarp við þessar aðstæður sem upp eru núna? Það vil nú hann til að ég er nú fyrsti flutningsmaður að lykla frumvarpi og ég er nú þegar mælt fyrir því og það er í nefnd og þetta er annað þingi í röð sem ég flyt lykla frumvarp. Þetta lykla frumvarp það tekur mið af nýlegri alþjóðlegri lagaþróun og er mjög vandað allir gerð og þetta væri mikið sanngirnis og réttlætismál ef þetta næði fram að ganga. Má ég nota þetta tækifæri og nefna nokkuð fleiri mál sem að snúa að heimilunum. Það er náttúrulega annað frumvarp, þar sem ég er fyrsti flutningsmaður og þetta félagar mínir með mér. Það er það sem ég kalla tangarsóknina gegn verðtryggingunni. Tangarsókn að hætti Ludendorffs hershöfðingja. þar sem sótt að verðtryggingunni úr öllum 4 höfuðáttum og það má draga tangasóknina saman með þessum hætti. Það húsnæðisliðurinn út, það óbeinu skattarnir út, það eitraði koktellin út og okurvextirnir út. Þetta tangasóknin. Síðan langar mig til að nefna það að sem að snýra heimilunum sömuleiðis að það hefur komið í ljós að það eigða hér í innheimtulögum kom upp úr áliti umboðsmanns Alþingis og það eru hér lögmannsstofur fer eftir eignarhaldi á þeim, hvort að þær falli undir eftirlit af hálfu fjármálaeftirlits eða lögmannafélagsins. Og þetta mjög skýrt hjá umboðsmanni, þetta þýðir það að þarna eru aðilar sem eru að stunda sem sagt innheimtu störf en gera það án eftirlits af því það ekki vitað undir hvað þeir falla. Og ef ég mætti bara bæta við örstutt sem að lítur að heimilunum og málefnum einstaklinga, að það er náttúrulega smálánin. Það haft eftir ákynnu þingmanni sem hefur nú öðlast nokkra þinggreiðslu að það hafi á hans tíð tekist að leysa alls konar erfið mál. En eitt mál hafi staðið út af og virkið sem óleysanlegt og það eru smálánin. Þannig að við höfum rætt þetta í okkar þingflokki og ég
hef gert svona tillögu það sem ég vil kalla ekki tangasókn, heldur gaffalsókn, að koma að málinu úr tveimur áttum, koma að málinu, annars vegar gagnvart smálánafyrirtækjunum, meðferð þeirra á því sem að heita umdeildar skuldir. Það er þannig að skuldir umdeild ef hún hefur ekki farið í gegnum einhverja lögfræðilega meðferð á, svo til að mynda það liggi fyrir dómsúrskurður eða úrskurður sýslumanns. Og síðan er hitt að það er þessi vanskilaskrá og hún er reist á sem sagt lögum persónuvernd og starfsleyfi sem persónuvernd veitir. Það er bara eitt fyrirtæki sem að starfar hérna við það að halda út í svona vanskilaskrá og þetta fyrirtæki þekkja menn sem Creditinfo. En ég veit ekki til þess að sé neitt sem að stendur í vegi fyrir því að fleiri fyrirtæki myndu hasla sig öll að þessum vettvangi. Við erum í þeirri aðstöðu að við erum í stjórnaraðstöðu. Hvað getur stjórnaraðstöðu þingmaður gert? Hann er nefnilega eitt frelsi sem að stjórnaraðstöðu þingmaður hefur og það er algjört. Og það er það að hann er auðvitað bundinn af þingsköpum ræðutíma og allt svoleiðis, en hann getur spurt og hann á kröfu á því að ráðherra svari. Og þess vegna hef ég lagt fram spurningar til ráðherra til að mynda stjórnvaldssektir á smálánafyrirtæki og það er komið svar við því og það er búið að sekta smálánafyrirtæki ítrekað. En ég bend á það að í svarinu segir að ráðherra telji sér ekki heimilt að svara þeirri spurningu sem var borin upp hvort þau hafi greitt þessar sektir. Þannig að ég er búin að leggja fram aðra fyrirspurn og vitnaði úrskurð upplýsinganefndar, þar sem er tekið fram að það sé ekkert sem að stendur því í vegi að þetta sé upplýst, fylgja eftir. Síðan er ég með fyrirspurn starfshætti þessa aðila sem heldur út þessari vanskilaskrá. Þið vitið það þessi smálánafyrirtæki, þau fara aldrei í nein mál við sína viðskiptavinni. Þau vilja ekki fá nein dóma fordæmi. Þannig að það byggist allt á því að fara ofan í þessi fíniblæbrigði, ofan í þessar reglugerðir, ofan í þessar starfsheimildir og grafa sig í gegnum það til að og leggja það upp á borði nákvæmlega með hvaða hætti þetta hangir saman og það er það sem ég er að gera. Þetta er gaffalsóknin. Takk fyrir þetta, Ólafur. Næstu spurningu fengum við að live feedin okkur á Facebook, en við erum líka live á Facebook. Hvernig stendur á því að lífeyrissjóðir fái leyfi til að braska með peninga þjóðarinnar í alls konar fyrirtækjum eins og til dæmis flugfélagi eins og Icelandair? Þessir peningar eru líklega tapaðir og hver á að bera ábyrgð á þessu? Þorsteinn, ef við byrjum á þér. Já, nú er það þannig að lífeyrissjóðirnir töpuðu 480 milljónir króna í síðustu kreppu. Þeir voru undrafljótir að ná þeim í tapi tilbaka og það voru sjóðsfélagar sem að greiddu það í hærri vöxtum og smávæðis. Lífeyrissjóðunum hefur verið út af fyrir sig að sumu leyti vorkunn af því að þeir höfðu takmarkaðar heimildir til þess að fjárfesta erlendis. Ég er nú ekki viss um að þeir væru núna í ljósi þess sem gerst hefur betur komnir með því að eiga í mörgum erlendum fyrirtækjum sem líka hafa orðið fyrir áföllum núna út af þessu ástandi. Hvort að peningar sem að lífeyrissjóðirnir eigi í flugleiði Icelandair séu tapaðir, það vitum við svo sem ekki. Það er næsta víst að það þarf og verður örugglega hlutafé í Icelandair hefur náttúrulega nýlækkað niður fyrir held ég allt sem það hefur áður verið. En ef það verður þannig að ríkið ábyrgist að ákveðnum skilyrðum uppfylltum að það fyrirtæki starfi áfram og lifi áfram, þá hef ég einhvern veginn þá trú að bæði í sveigjanleika þess fyrirtækis og í leiðakerfinu felist möguleika til þess að fyrirtæki geti lifað áfram. Það er náttúrulega lifað í sjálfu sér ef að ríkið ætlar að setja mjög harkaleg skilyrði fyrir lífeyrissjóðina í hverju þeir mega fjárfesta. En ég minni náttúrulega á ótal töp þeirra undanfarin ár, eins og til dæmis í Helguvík, í málmbræðslu þar og á sama tíma
en svipuðum tíma hafði lífeyrissjóðakerfið ekki áhuga á því að fjárfesta í hitaveitu Suðurnesja, það HS Orku eins og hún heitir núna, var til þess að HS Orka sem sagt fór að hluta til í erlenda eigu og er þar ennþá. Þannig að auðvitað orka mjög tvímælis þær fjárfestingar sem lífeyrissjóðarnir hafa staðið í. Það getur vel verið að það þurfa að herða regluverkið það. Lífeyrissjóðarnir hafa líka keypt í samkeppnisrekstri, stunda grimma samkeppni á matvörumarkaði og olíumarkaði til dæmis. Spurningin er það heilbyggt? Þannig að ég tel fulla ástæðu til að fara yfir þetta, hvernig þessar reglur eru og fyrir utan það að auðvitað þarf að auka hagræði í rekstri lífeyrissjóðanna og fækka þeim niður til dæmis svona 4-5 úr þessum 23-4 sem þeir eru í dag og spara þar með rekstrarútgjöldina. Ég vona að þetta svari spurninguna svona einhverju leyti allavega. Takk Þorsteinn. Ólafur, hvenær fáum við að sjá 4. orkupakkann? Hefur ráðherra greint frá því hvort það verði einhverjar undanþágur fyrir 4. orkupakkann? Ég þakka nú sérstaklega fyrir þessa spurningu. Við náttúrulega fjölluðum mikið 3. orkupakkann í fyrra, eins og frægt var. Og þó að niðurstaða málsins hafa ekki orðið, eins og hún gerist á Alþingi, hafa ekki orðið svo sem við kussum, en þá unnum við málið, eins og þið vitið. Sko, þá þegar, síðastliðið sumar, þá var komið fram að það væri af hálfu stofnana Evrópusambandsins búið að ganga frá þeim gerðum, eins og það heitir, þessi skjöl, þessar reglugerðir og tilskipanir og hvað allt er, sem eiga að mynda þennan 4. orkupakka og þetta var allt tilbúið. Þess vegna er ég búinn að leggja núna fram fyrirspurn til iðnaðarráðherra það hvaða vinna hafi átt sér stað á vettvangi ráðuneytisins við að meta og greina áhrif af þessum reglugerðum og tilskipunum á raforkumarkaðinn hér og stjórnskipulag raforkumála vegna þess að við munum að það er þarna komin hana ytri aðili sem er hálfpartinn með annan fótinn í Evrópu, svo þetta ekki. Og ég spyr sömuleiðis verkaskiptingu gagnvart utanríkisráðuneytinu og ég spyr hvaða viðmið séu notuð við að meta það hvort að það sé tilefni til að kalla eftir undanþágu sem að hefði verið ástæða til að gera varðandi tiltekna þætti að minnstakosti, tiltekna þætti í 3. orkupakkanum, tiltekna þætti. Þessar reglugerðir 713 og 14 og svo þetta áfram telja. Og sömuleiðis að þá spyr ég bara hverjar séu helstu tímasetningar í þeirri verkáætlun sem ég bara gef mér að séu fyllt í þessari vinnu. Þannig að skilaboðin með þessari fyrirspurn, þau eru tvenn, þau eru þetta náttúrulega til okkar fólk sem að við séum á vaktinni gagnvart fullveldi þjóðarinnar og forræði hennar yfir sínum orkuauðlindum eins og menn sá og skilaboðin til stjórnvalda þessu við erum að hér að fylgjast með og við viljum fá að vita nákvæmlega hverju staðan mála. Takk Ólafur. Þorsteinn, eru fleiri mál sem þarf ekki svör frá ráðherrum samanber spurningar þínar varðandi eignir Íbúðalánasjóðs? Er hægt að komast endalaust hjá því að svara? Er sama leyndin yfir Lindarhvoli? Hverjir keyptu eignir þaðan? Já, það er virkilega tregða að hálfu stjórnvalda að svara fyrirspurnum ýmsar aðgerðir sem þeir hafa gripið til. Það er rétt að við höfum spurt eða beðið að fá að komast í frumskýrslu Lindarhvol. Lindarhvol er fyrirtæki sem sá að selja eignir ríkissjóðs sem að komu eftir samning við slitabúin sem að Sigmundur Davíð barðist mest af öllum fyrir. Þetta hefur ekki legið á lausu og það er þannig núna að við erum búin að fá okkur Miðflokksfólkið lögmann til þess að í lið með okkur vegna þess að ég fékk þau svör frá Alþingi að ég gæti ekki fengið aðgengi að þessari skýrslu
að sinni. Það er eitthvað sem ekki hægt að sætta sig við. Þess vegna erum við núna að leita okkur lögfræðilegrar aðstoðar til þess að fá þetta fram. Það má nefna annað að það kom hér fram fyrir 5 árum fyrirspurn sem varðaði Eignarhaldsfélag Seðlabanka Íslands. Henni var ekki svarað, hana þarf að vekja upp aftur, það verður gert. Það hafa verið hér uppi fyrirspurnir sem við höfum aldrei fram og sem ég hef lagt fram til Landsvirkjunar, til dæmis að Landsvirkjun hefur eytt mikið í undirbúningalagningu sæstrengs og fleira. Þarna er mikil tregða á. Við þurfum bara að herða okkur í þessu róðri og það munu koma fram fleiri fyrirspurnir af okkar hálfu núna næstunni sem varða ýmis svona mál sem reyndir að sveipa leyndarhjúpi því að það sem er verið að gera hér með opinbert fé það ánáttúrulega og opinberar eignir ánáttúrulega liggja ljóst fyrir þannig að landsmenn viti hvað er verið að gera við eignir þeirra. Ég held að þetta var kannski þessu. Takk fyrir þetta, Þorsteinn. Nú er klukkan að vera 2 og mér sýnst við ekki ná lengra í dag. Það eru margar spurningar sem bíða sem munu þá færast yfir á næsta laugardagsspjall. En ég vil bjóða okkur strákar, viljið þið segja eitthvað að lokum? Ólafur, gjörðu svo vel. Mér langar bara til að þakka fyrir þennan fund og þakka öllum sem að tóku þátt í honum og líka ykkur sem að ég kannski ætla að spila hann af vefnum. Ég þakka fyrir fáuðu fundastjórn sem að hér er uppi. Ég þakka Nönnu fyrir hennar þáttu að skipuleggja þennan fund og ég byrði að heilsa Goliat sem að mér er sagt að sé skynsamur, leggja áherslu á rökhyggju og sé lausna með þær. Þannig að hann svona fellur svona nokkuð vel að svona hinum svona dæmigerða Miðflokksmanni, hann er náttúrulega Miðflokksköttur. Kannski er hann verndardýr Miðflokksins, ég velti því fyrir mér. Takk fyrir í dag. Takk Ólafur. Þorsteinn? Já takk, ég ætlaði nú bara að taka undir með Ólafur og þakka öllum sem hafa verið með okkur. Þetta súrt að geta ekki séð fólk svona verið í svona eins og maður segir á fysisku fundi en þetta er það næst besta og mér þykir mjög ánægilegt að sjá hversu mikið þáttaka er og hvað var það spurningarna sem út af standa þá er ég fús til að taka aftur til við að svara bara við fyrsta tækifæri og svo vil ég náttúrulega þakka Goliat og Fjólu fyrir fundastjórnina og Nönnu fyrir undirbúningin og bara hlakka til að komast á fund með öllum aftur ef ekki svona þá bara venjulegan fund og ég held að þá þurfum við að leigja sal ef það verður svona mikil aðsókn. Ég hlakka til. Takk kærlega fyrir í dag. Takk fyrir þetta strákar. Næsti fundur verður auglýstur von bráðar og vonandi mætir þá Goliat á þann fund og getur heilsað eitthvað á okkur. Takk fyrir í dag.